Það þá næst seinasti félagsstjóri í Webfortune 1 haustið 2025 og í dag ætlum við að fara hratt og örugglega í gegnum námsefni haustsins og byrjum á almennum hugtökum og HTML. En ég mun skipta þessu síðan upp í þetta, CSS, tæki og tól og Git og svo JavaScript. Þannig að það það sem við förum yfir í dag. En ef við leggjum bara af stað að þá erum við bara komin aftur í fyrstu vikuna þar sem að við erum töluðum eitthvað af þessum hugtökum og pælingum og virkni og tækjum og tólum og eitthvað. Þannig að GUI forrit og CLI forrit, við höfum notað bæði. Við notum GUI forrit til dæmis eins og Visual Studio Code og Figma og CLI tól eins og NPM og þar undir eitthvað eins og Parcel eða Vite eða hvað sem við höfum verið að nota. Og við höfum líka sett upp í gegnum CLI tól, til dæmis Postgres og Git. Við erum alltaf búin að nota Git mikið í CLI-inu. Og svo getum við nota núna GUI forrit, þannig að þeir eru kannski búin að prófa að nota bæði GUI forrit og CLI tól fyrir Git, sem bara mjög gott, og vita hvað þarna bakvið og hvernig það virkar og hvernig grafíska viðmótið getur stundum verið betra og stundum getur hitt verið betra líka. Við erum búin að vinna mikið með texta og hann hefur allir verið í UTF-8, þú hefum kannski ekki mikið verið að vinna með það eða spá í því, en það vonandi eitthvað svona sem við munið þegar þið lendið í fyrsta skipti að texti verður eitthvað skringilegur á skjánum hjá okkur, að það enkóðun á texta og stafasettin sem að textin skrifaður í skiptir máli. Og við erum búin að vera að skrifa og setja upp á vefnum, en vefurinn, www eða www, World Wide Web sem aðgengilegt yfir internetið. En internetið styður líka aðra hluti eins og e-mail og eitthvað, fullt af doti. Og þarna erum við að nota tölvur sem eru að fara yfir TCP IP, en það ekkert sem við höfum talað um. Við höfum kannski mestalagi talað um að við erum búin að nota domain og port og vefþjóna. En vefþjónar eru eitthvað sem tengt við internetið og svarar fyrir vefinn, svarar beiðnum fyrir URL yfir HTTP. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, og URL, Unified Resource Locator. Og vefþjónninn sem við erum að nota hefur yfirleitt eitthvað ákveðið opið port og við höfum kannski mest séð það þegar við erum að nota eitthvað eins og live extensionið í Visual Studio Code. Þá opnast vefurinn okkar á localhost 2. eitthvað og þá localhost vélin mín og portið á henni, og svo höfum við notað það líka í þessum tækjum eins og Parcel, sem það kannski á porti 1, 2, 3, 4, 5, annað porti 5000 og svo framvegis. En grunninn eru öllar vefsíður annarkvort porti 80 sem sjaldgæft, það default porti fyrir HTTP, eða 443 sem default porti fyrir HTTPS, sem dulkóðu trafík. HTTP, það bara þessi samskiptareglur eða protokoll sem skilgreina hvernig tölvur vinna saman, þá hvernig vefþjónninn sendir eitthvað frá sér sem svar við beiðni frá einhverjum client. Þannig einhver client sendir request og server tekur og skilar response. Og við kannski sáum svona mest hvernig þetta haga sér í verkefni 9, þar sem við vorum að sækja þessi JSON response frá vefþjónustu, þar sem við vorum að gera get fyrirspurn og fá tilbaka eitthvað sem við þurftum að spá í hvort það var að koma 200 OK eða ekki, og þá bregðast við því. En við erum með URL sem leyfir okkur að staðsetja og skilgreina hvernig við sækjum vefsíður. Það að segja, við sækjum þær yfir HTTP eða HTTPS á einhvern ákveðin vefþjón og svo erum við með einhverja slóð og hugsanlega einhver gögn það hvernig við erum að sækja þetta. Þar sem við erum með protokollið, hostinn, hugsanlega portið hérna á milli, og svo erum við með slóðina, og svo erum við með query string, og svo erum við með þetta fragment identifier sem getur verið, sem fer þá einhvers staðar inn á síðunni sjálfri. Þannig að þetta hjálpa okkur að staðsetja þess nákvæmlega á einhverju ákveðinni síðu og sér líka bara hvernig við ætlum að sækja hana. Stundum þetta kallað URI, en þetta reyndar ekkert nýr staðall, en þá var í raun bara þetta sameinað í eitt. Þegar URI Universal Resource Identifier, á meðan að URL locator, en þetta í sjálfu sér svona tæknilega ekki alveg það sama, en eiginlega það sama alltaf. Og við erum búin að vera að vinna bara í framenda. Þannig að frammendi HTML, CSS og JavaScript.
það bara grunnurinn í vefforritun. Það bara það sem vefurinn notar og og allir vafrar nota eingöngu HTML, CSS og JavaScript til þess að birta allt sem við sjáum á vefnum. Svo WebAssembly þarna, en við tökum það aðeins út fyrir svega. Allt sem við sjáum í raun bara nota HTML, CSS og JavaScript. Svo alls konar tól eins og við höfum notað sem geta búið til HTML, CSS og JavaScript, en þetta það sem að fer alltaf yfir. Svo erum við backendan og þetta þá að forrita fyrir vefþjónana, forrita tengist við gagnagrunna og eitthvað svona, og þetta það sem við förum yfir í vefforritun 2. Og forritari sem að hæfur í bæði framenda og bakenda, kallar full stack forritari, en oftast maður svona hallast maður í aðra hvora áttina. Það mjög erfitt að vera mjög góður forritari fyrir alla þessa breidd. Svo svona smá filosófía í þessu með hypertext og þessi markup language bara hvað erum við að setja fram, hvað það sem að ég vil koma frá mér, og þegar við gerum það þá erum við einhvern veginn að lýsa skjalinu með einhverju sem setningafræðilega aðgreint frá texta skjalsins. Þannig að við erum einhvern veginn að geta sagt þetta fyrirsögn, þetta málsgrein, þetta eitthvað annað í skjalinu sjálfu. Og síðan að þegar við erum með mörg skjöl að geta tengt þau saman og búið til þennan ólínulega texta þar sem ég get farið fram og tilbaka sem að þetta alltaf í grunninn, þó svo þetta sé bara eitthvað, já, þetta forsíða og verkefni og eitthvað. En þetta samt, ég get farið í gegnum þetta nákvæmlega sem ég vil. Og þetta cross-tengt. Og til þess að geta búið þetta allt til, þá eru staðlar sem passa upp á það að þeir vafrar sem við notum túlka þetta eins. Og þessir staðlar eru í gegnum W3C, World Wide Web Consortium, sem sér að staðla og á ýmsu tengdum vefnum og fyrir okkur helst HTML, CSS og svo kannski WCAG og ARIA sem við skoðum aðeins tengt aðgengi en ekki JavaScript. JavaScript staðlað að ECMA sem eru evrópsku staðlasamtökin. HTML kom fyrst fram 93, Sir Tim Berners-Lee bjó þetta til þegar hann var að vinna hjá CERN og vantaði einhverja leið til að koma bara frá sér skjölun varðandi eðlisfræðiverkefni og allt sem hann gerði var sett í public domain sem gerir verkum að vefurinn svona writer hans eru mjög svona opnar, þetta svona universalityð sem hann sá fyrir sér. This is for everyone eins og hann sagði á opnunum Ólympíuleikana í London árið. En tæknilega þá eru HTML búið til úr þessum elementum sem búa til tré. Það sem element getur innihaldið annað element eða innihaldið texta eða ekkert og úr því búið til eitthvað tré sem felur þá í sér einhverja merkingu sem við erum að reyna að koma frá okkur. Hvað sem það vefurinn minn eða vefur fyrir eitthvað fyrirtæki eða vefur fyrir háskóla að í einhvern veginn kóða upplýsingarnar á margar síður sem eru tengdar saman í gegnum hypertext en síðurnar sjálfar eru búnar til og eru tré sem eru með þessum elementum sem hafa merkingafræðilegt gildi. Og element byrja alltaf á einhverju taki og það geta þetta lokatak og stundum erum við með svona self-closing þar sem við setjum forráðslassið aftast, við þurfum þess ekki. Við getum síðan á byrjunartagi sett ákveðin attribute til þess að gefa þeim auka upplýsingar og það þá langflestum tilvikum í formi einhver svona nafngildis, name value parse og þar sem við erum með eitthvað gildi, svo eitthvað jafntomerki og svo innan gæsalappa það sem það sett. Og við höfum notað þetta aðalega í því að tengja HTML við CSS með class attributinu en við höfum líka notað data attributið og við höfum notað required attributið og input og alls konar svona sem hefur týnst til í gegnum þetta. Þar sem við erum að skilgreina nánar hvernig eitthvað ákveðið element á að haga sér. Við getum haft sérst án og haft á þessu, þetta selected option í select lista og yfirleitt reynum við bara að halda einhverju svona samræmi í því hvernig við skrifum þetta. Og það þá að hafa lágstafi, samansemmerki, gæsalöfnir opast, gildið og gæsalöfnir lokast. Ég hef oft séð að það verið að setja bil hérna á milli, en það yfirleitt ekki eitthvað sem við gerum. En ef við gerum það ósíður, hætti því. En ef við notum síðan eins og prettier, þá normalisera prettier þetta alltaf að fjarlægi svoleiðis frá okkur, sem kostu við það að nota eitthvað eins og prettier.
Við höfum satt úr mörgum elementum velja þegar við erum að smíða vef og í staðlinum eru þau frekar vel skilgreind og falla í þessa mörgu flokka og svo höfum við svona aðra eins og form og töflur og lista og þetta eru svona, þetta ekkert það mikið þannig að núna ættu þið í raun, þið ættu að geta séð HTML element og þið hafið séð það áður, þú veist, þetta það lítið þannig séð að það ekkert svona, þú veist, það svona kannski nokkur exotic eins og aside eða nav eða menu, en þú munum séð nav en menu eitthvað sem átt að taka við, en þú veist, allavega, þið ættu að geta séð þetta og svona skilið pretty much HTML elementið þið sjáuð. Svo erum við með besta elementið sem A-elementið sem anchor sem skrítið en það ástæður og href attributið það skrítið en aftur það ástæður og þetta grunnurinn af því að vefurinn virkar að þetta hypertext virkar að það getum búið til hyperlink og einfalt koncept en afskaplega kröftugt. Svo þessi merkingafræði og það þetta að við erum að skrifa merkingafræðina okkar í HTML-in okkar og útlitið í CSS-inu. Þannig ég vona að þetta sé skýrara en í byrjun. Þetta samt alltaf svolítið stökk að þú veist hver munurinn á útliti og merkingu. Oft á tíðum þetta bara blanda saman í einum graut en það munur þarna á og hún getur verið mikilvæg, sérstaklega þegar við fyrir að hugsa eins og skjálesara eða eitthvað sem í raun að lesa merkinguna út frá því sem við erum að nota. Svona afskaplega írónískt og svolítið fyndið núna með öllum þessum AI botum sem að sjúga upp internetið daglega 100 sinnum af því að við þurfum alltaf meira og meiri texta to feed the machines að þá núna merkingafræði að koma ótrúlega sterk aftur af því að þeir eru með einhverjar svona botta, einhverjar vélar sem taka eitthvað og ingesta þetta og þá þurfa þessar vélar einhvern veginn að geta dregið frá merkingu og merkingin ekki bara að hafa div af því að div bara, þú veist hvernig veit ég muninn div og div það engin þá allt í einu merkingafræði farin að vera aftur bara eitthvað mjög mikilvæg svo að þitt efni rangi herra þegar einhver spyr stóra málíkani eða einhverjum spurningum að þá ferð þú ofar þegar þú ert með betri merkingafræði þannig að við tökum sigrana þegar við getum það og þetta bara literally bara, þú veist, notið lista frekar en að skrifa texta því að það ingestast betur í flest þessi málíkun notið meta description og meta þessi sem við vorum að gera í verkefni 2, notið það því að það gefur líka miklar upplýsingar það hvað efnið snýst en allavega við höfum HTML skjöl sem þá bara alltaf með HTML alltaf byrja doctype og doctype þess að passa upp á það að vefurinn geti haldið áfram að vera backwards compatible að því að við getum í dag byrt eitthvað HTML sem skrifa árið 94 og það byrtist eins og einhver sá það 94 svona að langmestu leyti yfir í það að geta smíðað og byrt það sem nýjasta tæknivísindi í HTML, CSS og JavaScript. Svo erum við með head sem þá með þessi lýsigögn eða metadata og svo body sem þá meginmálið það sem byrtist. Og þá endum við með þetta minnsta HTML skjalið sem við notum og skilgreinum þetta. Hvað tungumálið okkar, hvaða doctype erum við erum með þetta allt í UTF-8, við erum með einhvern ákveðinn titil á skjalinu og svo erum við með eitthvað efni. Og svo spinnum við þetta alls konar. Og hérna þetta, þú veist, þessi dæmi þessi element sem við höfum verið með og kannski details og summary, jú, við vorum nú eitthvað kannski aðeins snert á því video og audio, já, ekkert við erum aðeins farið yfir það en svona paragraph, EM, strong, img pdiv, header, nav og section og svo heading elements, þú veist, þetta bara eitthvað þeir eru bara með þetta down þetta bara, þú veist, ég veit ekki hvað þetta eitthvað sem að, þið getið síðan séð í prófunu eða bara, þú veist, hei ef við erum að nota rétt element í þessu dæmi hér þá getið þið farið og lesið yfir og sagt, nei, hér ætti að vera heading 2, ekki 3 hér ætti hugsanlega að vera header en ekki div, class header
hér ætti að vera P en ekki div utan einhver texta og svo framvegis. Svo hefur verið að vísa í efni, hvort sem það eru myndir eða aðrar síður eða HTML eða CSS eða JavaScript, og þá þurfa alltaf að vera spáið í hvernig þetta relatíft. Ef að index HTML í þessari möppu, ég ætla að vísa eitthvað í þessari þarna möppu, hvernig kemst ég relatíft í þá möppu og úr þeirri möppu hugsanlega niður. Og þetta á við bara bæði það sem við höfum verið að gera hér og alls konar þegar kemur að tölvum og forritun. Svo aðgengi, en það bara þetta að hugsa það að það sé ekki bara ungur, able-bodied einstaklingur sem að nota efnið okkar, heldur getur þetta verið eldra fólk sem er handleggsbrotið, fólk sem er sjóndapurt eða fatlað einhverju leyti, en bara þetta að hugsa það að vera opinn og að í raun nota merkingafræði, prófa, ekki vera með liti sem make ekki sense, ekki vera með of lítið letur og bara hugsa, prófa og geta þannig látið vefinn vera aðgengilegri fyrir sem flest. Og til þess þá eru til þessi Web Content Accessibility Guidelines, það er líka komið 2.2 og þar getum við farið yfir svona þessar tegundir af hversu aðgengileg við erum, og ef að þið farið að vinna sem vefforritarar og farið að gera verkefni, þá er þetta yfirleitt það sem þið fáið í einhverjum svona kröfulýsingum fyrir verkefni að vefurinn ætti að vera AA compliant samkvæmt WCAG 2.1 eða 2.2. Það er svona tiltölulega einfalt að gera það nema þið séu með einhverja flókna virkni, og þá er bara gott að rifja upp hvað er aftur þetta og skoða í WCAG og í WCAG Tags sem eru svona bara leiðbeiningar það hvernig gerum við hluti aðgengilega. Og í grunninn er þetta bara passa upp á formin með labels, passa upp á allt texta á myndum og passa upp á svona JavaScript hefi virkni að hún sé í raun að sé ykkur sambarlegt eða aðgengi haft í huga þar. Svo erum við SEO og það er einhvern þetta sem var svona í mörgum verkefnum sem þurftu að koma sér einhvern veginn á framfæri, hvað sem það væri í gegnum leitavélar eða eitthvað annað í gegnum social eða eitthvað svoleiðis, að meðhöndla efni þannig að það komi rétt fram. Þá í raun, ef að leitavélin sækir þetta efni, að það séu í raun upplýsingar það sem þá komist til skila, eða þá ef einhver deilir þessu að það séu upplýsingar sem make a sense þegar ég deila þessu. Þessi viðeigandi mynd, viðeigandi titill, viðeigandi texti. Við prófum þetta aðeins í verkefni 2. Þetta er HTML, þannig að næst er það CSS